Man. Duel 1. Let's rock. Halló, 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 segi ég nú bara. Yes. Og við erum hérna einmitt á Next Level Gaming. Mjög spenntir að fá að vera hér. Við ætlum að fara að henda okkur bara í næsta, eða fyrsta leikinn segi, ekki næsta. Þið megið byrja strákar. Og þeir þarna gera sér tilbúin einmitt hér. Akkurat. Þannig að við fáum hérna einmitt Garuda gegn Magic. Þeir hafa báðið náðu hérna upp í top 8. Áhvert líka núna breyttum við aðeins til og heyrist ekki neitt í mikrofónunum. Bara hjá mér, já, Egill er að tala. Það hlaut að vera, ég átti bara eftir að unmuta þig. Já, meðan. Þannig að það hlaut að vera eitthvað. Hörru, hérna byrjum við strax beint í fyrsta leik. Og eins og ég segi, Garuda og Magic. Þetta er þessi fyrsta sinn sem Garuda næri einmitt í topp 8. En Magic seinast mætti, fór einmitt sitt fyrsta sinn. Þetta er eiginlega þriðja sinn sem hann mættir á mótið. Annars sinn sem hann næri topp 8 og ég held að hann náði 4. sætið mitt seinast.
sem er bara ótrúlega vel gert. Flott, hérna nær hún í vegginn einmitt. Nei, það skemmtilegt. Garuda búinn að vera að grænda hann leik. Búinn að æfa sig rosalega mikið. Þannig að skemmtilegt að hann skulle vera komin í top 8. Akkurat. Það er spurning hvor nær að komast áfram í. Ég meina, Magic er mjög sterkur en þeir eru náttúrulega báðir með mjög gott range náttúrulega. Hann nýtir ekki burstið sitt og sparar það yfir í næsta round. Nei, það er skemmtilegt. Þetta er náttúrulega matchup sem við hefum aldrei séð á streama áður. Nei, akkurat. Ég held að við höfum aldrei séð. Hefur Happy Chaos komist í top 8 áður? Nei, ég held ekki. Nú, gott! Gott! Gott að koma inn í vegginn. Já, já, hér byrja kombo. Hann er búinn að æfa sig mikið í kombóum hérna. Hendir beint í super. Akkurat. Man sér einmitt klippurnar á honum þar sem hann er búinn að vera að æfa sig að gera kombo í horni. Já, ég var líka að spila mót honum rétt á hann og hann bara stóð í wall-to-wall kombo eins og það væri ekkert. Nó. Það er ekki alveg þjóður. Ok, skulum sjá. Magic komið í vegginn. Nei, nær hann alveg hann í endanum. Dusty til að halda kombónu áfram. Þetta er flott kombó. Já, Oh my god. Nei, er þetta að fara allalega vegnum? Eru bustu? Yes, hann rétt nær Busti. Nei, þetta er leiðilegu staður. Núna þarf hann að gera gott. Hann þurfti að hlaða hann að því. Nei! Er hann lifir með einasta pixel? Er þetta nóg eða? Nei, hann nær hann þarna leiðinlegt. Hann þurfti að hlaða akkurat þarna í lokin. Magic tekur fyrsta leik. En þetta er auðvitað first to 3 best of 5, þannig að þetta er ekkert búið. Bara undir. Yes. Komið cursið á hann. Hann bara hleypur alla leiðina á hann. Já, counter-hit close, það er gott burst á það. Hann er hægt og róleg að komast inn, hann er ekkert að fara of hratt inn, hann Magic. Greinilegt að Garuda hefur spilað mot Magic áður. Hann veit ofta hvað hann á að gera í þessu mikið af... Leiðilegt þarna og super til þess að brýtur ekki vegginn. Já, lappar bara upp og close-lagsa. Yes, yes. Flott, já. Magic allavega eins og er solid sem er gefið hérna. Porta hann aðeins í neðan í hann. Já, hann er með Þetta dust líka hann nýtingin á því. Gott. Er dust. Hey, 6 agent. Oh my god! Ekki að nóg mikið til þess að gera. Yes sir, komið nú er hann að slæmast að hann er maður vissulega á bursti en hann ekki mikið tension með þér og það er bara lítið grab hérna. Hoppar inn með eitt lítið grab. 2-0 hérna, Magic sterkur hérna. Mikið að zone hérna, reyna aftur að sjá hver á að komast fyrst inn. Og þetta þarna nær líka alltaf að sníkja inn hérna. Hann er góður með vörnina gegn Charles Dustinu sko. Mikið á seiði hérna. Það er erfitt að vera í þessu stöðu þar sem það er baki í vegginn og Magic er bara endalaust að grýta Jójó. Akkurat. Og super, nei, heyrðu það nýttist þetta. Grabið. Þetta getur verið vel búið hérna. Nei, heyrðu, droppið. En það er að pikka upp þarna. Heyrðu, Magic strax bara komin á game point. Akkurat. Rosa hratt að fara í gegnum þetta. Nei, heyrðu. Það er leik. Þetta, ég held að hann hafi ætlað að hérna að gera guard break sko. Ég held að hann ætlaði bara hérna. Já, eitthvað svoleiðis. Super. Nei, en hann á rosa mikið. Sjá, þetta er gott reset þarna. Hann er bara að chippa hann út þarna og tekur fyrsta set hérna 3-0. Ótrúlega vel spilað hjá honum Magic. Já, enda er Magic bara mjög góður. Já, virkilega góður. Við skulum setja upp bracket enda svo fólk getur séð einmitt hvernig bracketið er sett upp eins og er. Hérna höfum við einmitt
stress eftir smá, en eins og við sáum, það var Magic og Garuda nú í Losers Round 1. Svo næst Ingi Þór og Jópi Trópi. Já, Ingi Þór og Jópi með endilega koma á kíkinga til að mæta í næsta leik. Það var bara vel spilað hérna eins og er. Og ég verð að fá hérna spoila aðeins. Ingi Þór ekki á sinn síkjelda fremst Nei, í dag. akkurat. Hann hefur stundum svona skriðið til hans aftur, en venjulega er hann er búinn að vera að spila Venom, Já. sem er áhugaverð breyting. Nýjasti karakterinn í leiknum, náttúrulega, og ekki kannski beint playstylið sem hann spilar venjulega. Þar sem Venom svona rosalegur sónur. Já, hann myndi að tala um aðan að hann var dálítið óvanur því að myndi að vera að gera set-upina meðan fólk að hlaupa að sér. Þetta ekki rétt hlaupa. Það út í enda. Það er stórt ljós þarna. Við ætlum að fara bara í einhverja tölvu og spila bara sér til hliðar. Já, kannski þetta dálítið camera shy. Já, hver veit. En einmitt hérna sjáum við að leikirnir að fara að koma sér fyrir hérna. En síðan já, akkurat, Winnerside, varstu búinn að tala um það einmitt? Ómar og Egill. Ómar, ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að Ómar er í Winnerside. Ég held að hann hafi alltaf tekið... Nei, hann var einu svona á móti mér áður. Er það? Já, ok, en hann er allavega, það er gott að sjá hann einmitt vera mættan hérna. Stóð svo mjög vel einmitt í Bulls og Kleppir og Drunk Slamma líka hérna. Mjög sterkir báðu tveir. Já, einmitt, Drunk Slamma mætti þarna einu sinni fyrir 2 mánuði síðan. Og þá kom hann bara strax í Losers Slamma. Já. Þannig að í það skipti hann í Winners. Yes. En það getur líka verið, partur að það getur líka verið náttúrulega breytingin það sem við vorum að gera að hérna, færa okkur yfir í round robin. Þannig að núna fólk færir í rauninni fleiri leiki sem það fær að spila núna. Sem að ég er mjög ánægður í rauninni fyrir spilarara að geta tekið, þú veist hvað, allir tóku 5 leiki. Já. Þú veist, það voru allir sem kepptu móti öllum. Það er mjög skemmtilegt. Það var 2 bracket, 6 í hverju. Og þannig að fólk fekk alveg að taka nóg af leikjum. Þannig að bæði er að mun betri uppbytun fyrir top 8 og svo líka ef maður gengur ekki jafn vel þá fær maður að, þú veist, æfa sig meira. Akkurat. Á móti öllum sem eru hér. Og ég held að það líka gerir svona smá einmitt, að maður fær að æfa sig, taka nokkur, þú veist, þegar maður er komin lengra inn þá einmitt stendur maður sig kannski betur. Já. Eins og ég veit að einn var hérna áðan einmitt að kvartur hann stóð svo ótrúlega illa og síðan held ég hann hafi unnið restina af leikinu sínu. En, heyrðu, þeir eru bara að fara beint inn í leik. Sjáum hérna. Skulum sjá, ég held að... Er það button check? Eru það að gera button check? Já, nei. Heyrðu, mér sýnist að vera button check. Heyrðu, það er button check fyrst bara. Já, við þurfum að minna fólk á sem er þarna frammi, sem er að horfa á, ef þið ætla að gera button check, þá verður það að segja okkur það. Það er erfitt að átta sig allt í náðu setna bara, já, heyrðu, þeir eru að gera button check. En það er, við skulum þá bara bíða eftir að þeir eru komin. Þið getur séð bracket einmitt líka, start í G, slags niður. Þið getur alltaf líka séð nýju mótin, ég veit að það var eitt sem var ekki alveg viss um það áðan að þú getur alltaf farið bara á start.gg/nýðhaukur og þá færðu bara næsta mót. Við erum alltaf mjög virkir að uppfæra þetta, þannig að þið fáið alltaf að sjá hvað er næsta mót þarna inni. Það er sem sagt start.gg/nýðhaukur. Akkurat. Nefna með enga íslenska stafi. Skipta það búin fyrir enska. Og svo er líka, langar mig að minna á, við erum með Hub vefsíðu. Já, akkurat. Sem er hérna fgc.is. Já, þá er hægt að sjá næstu mót bara yfir hönnina. Akkurat, þið getið annarkvæmt farið á það eða það er líka möguleg, ég man að það er hægt að fara sko, ég er náttúrulega ætla ekki að vera að lesa upp einhverja random hérna, hlekki hérna, en ef þið ítið á startgg/hub/fgc Iceland, þá fáið þetta hub og þá getið þið séð allt sem að er að gera, allt sem við erum að fara að gera og höfum gert. Þetta er bara mjög góð staður til þess að vera með algjörlega á hreinu hvað er að ske hjá okkur. Það má líka finna það bara á mótvefsíðuna. Það má finna það á mótvefsíðuna og svo skrolla lengst niður í links. En heyri, nú byrjum við þetta í alvörinni. Nú komið það promotion, nú komið það leik. Og þeir náttúrulega, Jópi alltaf mættur með Faustin sinn. Já, einmitt. Það var dálítið síðan hann mætti í top 8 síðast. Það er skemmtilegt að sjá hann hér. Það er líka kannski möguleiki að round robin hafi hjálpað með það. Þú veist, hann fekk spila við fleiri, hann lenti kannski ekki á móti einhverjum svona bracket demons allan tíman. En hérna einhver í chatinu áfram Jópi segir einn
Og hér byrjum við beint inn í leikinn. Góð byrjun hérna hjá honum. En að sjáum við, Venom náttúrulega með þessar Akkurat. Hann eftirlaust að skjóta því, bara yfir aftan skjáin. Jóbi, hann er að henda af sér. Nú er spurningi, þeir eru nú daldið smá sónar. Nau, heyrðu, hann nær hendurkúlu, nær grapinu hérna á. Spurning hvort Jóbi hefur náð að spila eitthvað gegn Venom til að vita hvað er að ske. Já, kannski hefur hann séð eitthvað með. Heyrðu, hann lendir illa í því þarna. Komin í vegginn og fyrsta ránd. Ingi, þú tekur fyrsta ránd hérna. Hann er kannski aðeins að reyna að átta sig á aðstæðum. Robokai, náttúrulega mikilvægur partur af Venom movesetinu. Akkurat. Það er gott að hann fekk að vera með. Já, frátt fyrir allt. Ná, ok, ekkert charge-dust hér. Og hérna kemur Minifaust hérna til að... Já, nær aðeins að koma honum. Flottur, sprengjan. Nær honum sprengjunni. Ok, flottur. Það er ekki að halda áfram í vegnum enn. Heyrðu, hann lendir sjálfur í command-grabið hérna. En það er ekki... Það er spurning hvort hann hafi verið að reyna að gera superið. Flott vörn! Góð vörn hjá Jóbi. Þessi ennþá aðeins að reyna að átta sig á hvað er að ske. Börstið hérna til að ná að koma honum af sér. Flott, en... Heyrðu. Bara dettur á banan í þér, þýttur að vera. Nei, því miður var banan í þér ekki nógu mikið. Heldur ekki á. Allt tension farið og þarna Ingi tekur fyrsta leik. Já. Það er kannski Venomið hafi sé að gera góða hluti hérna fyrir hann. Jóbi aðeins kannski reyna að átta sig líka á hvað hann á að gera gegn þessu. Það er ekki alveg yfir. Já, ok, Þarna, en lukkulega þá fær hann alla mikilvægustu hlutina. Heyrðu, hérna koma Minifaust heyrinn, en hann hoppar yfir. Heyrðu, annar. Nær hann? Já. Akkurat. En hann Ingi var tilbúinn í þetta. Þetta þarna er með góða... Flott! Já, bara nokkuð báður. Heyrðu, hérna kemur aftur, Dark Angel. Hann er að verjast gegn hamrinum allavega. Já, heyrðu. Heyrðu, hvað gerir hann nú? Hann bara fer í hausun á hann. Nei, heyrðu! Hittur hann í þetta. Venom nær. Ég var myndið að pæla hvað kórónan var. Nei, og eitt svona frásin punch til að baka þetta. Ég sé Jóbi mjög mikið nota þetta mitt. Já, einmitt. Hann er komið til dæmis. Hamarinn. Nau, þetta var geggjað, ég veist ekki. Hamarinn í hann. Ég veist ekki að þetta var hægt, þetta er geggjað. Það hlýtur að vera eitthvað nýtt. Heyrðu, sérðu þannig að risa afró? Þetta er áhugaverður afró líka. Seldamerkir eða eitthvað svona. Já, þetta lítur smá út eins og það er mitt. Svona, ég má nú ekki bara gera hvað heitir. Heyrðu, hann hleypur bara beint í það, en fær annað afró. Nei, ég ætla að segja að það fengur báðir afró, það hefur verið gott. Hann er alveg bara að vera með hann. Kannski er hann nýi haustæðin. Herðu, þetta er ekki gott fyrir hann. Nei, það er ekki að pikka upp hennu. Þannig að það lítið og nær grapinni hérna til þess að ná leik 2-1-1. Ok, Jóbi aðeins að ná snúið svo við. Já, 1-1 skulum við sjá. En Ingi er samt að standa sig við rosa vel, sko. Já, einmitt. Vá, það er gott vitt hann. Svo er spurningin hvort Ingi heldur sig við þetta. Það skipt kannski yfir í þetta. Akkurat. Hann hefur náttúrulega gert það eins og er, sko. Að taka nær upp í 2 leiki og þá hendur hann sér í Potemkin. En á saman tíma þegar við vorum að spila, þá tók hann vel og hann. Þetta var rosa range. Nei, heyrðu, nær dustinu. Er það með dust combo? Ekki alveg, ekki búin að æfa þau nóg. Ok, hann var bara að taka save. Jóbi nær honum hérna. Vel gert hjá Jóbi. En lendi sjálfur í bananni hérna. Góð vörn gegn dustinu.
ekki Oh my god, baninn. Þetta var Já, devastating bananið þarna. Já, bara stoppar hann frá að hjálpa Blue Eldsort. Sprengja 10 tonn. 10 tonn líka hendis í burti, ég veist ekki að það væri hægt. Það er frekar klikkað. Hvernig itemið virkar saman líka mjög áhugavert. Já, Eftir þessi low-in þarna. Alveg þetta fleiðaði maður fram. reynir að henda tonnið Heyrðu, geggjað flottur, ok, Ingi gæti gert eitthvað gott hérna. Komin í vegginn. Ná þarna einmitt einhverju ákveðu kombo þá hafði hann gert eitthvað flott. Mini-Faust og nú kemur herinn. Heyrðu, hann er bara svona. Þetta er rosalegt. En Ingi lætur það ekki stoppa sig aðeins og fljótur með döstið. Heyrðu, það hlýtur að vera punish. Nei, hann er ekki að punisa það. Þeir eru svona öfnir og það er bara nógu mikið að biljardboltum hérna. Heyrðu, hann er... Nú þarf Obi að halda... Heyrðu, hann er rétt yfir, vel gert. Þetta er gott RNG hérna sem er að fá... Hvert þetta fara? Mini-Faust. Þetta reynst bara akkurat að reyna chipan með pínu litlu chipi í hvert sinn. Flott throw. Heyrðu, bara beint í million items. Oh my god, og það borgaði sig svo sannlega. Þarna akkurat. Jóbi tekur leik 3-2-1 fyrir Jóbi. Ætlar hann að halda venunumönnum? Hann ætlar svo sannlega að halda venunum. Mér líst vel að það. Það verður skemmtilegt. Men heyrðu. Nei, ef hann nýtt á... Ef hann nýtti þá er það búið. Það er búið að velja. Heyrðu, það er greinilega var aðeins fljótur á takkanum, en leiðum að rýtur á kvöld. Það er eins og í skák, sko. Leiðu þú snertir peðið, þá Já. Því miður. Fáum... Hann er samt í vegnum, einmitt gott döst hérna. Hann ásamt burst, en já, ok. Nýtti sér það. Ég ætlaði að segja að það var spurning hvort að... Það er ekki punish, en hins vegar setja hann undan nokkur items. Það er til. Mini-Faust er þarna ennþá bak við einmitt. Akkurat ég var alltaf að fara að segja Mini-Faust og sprengjan, þetta er því líka magnið af hlutum sem er að koma hérna. Sprengjan bara oft. Já, næstuði búinn að lenda aftur í banann í híðinu þarna. Hann bara heldur áfram, það hættir ekki. Hann er Það alltaf... er endalaust. Mini-Faust hernum hérna. Ok, Ingi er á góðum stað hérna. Ok, hann fer undir. Þetta er... Hann er að gera Nei, camping. akkurat. Já. Það er hérna... Fyrsta rándið hérna. Kannski er þetta byrjunin á endurkominu hans. Ja, svo fljótur áfram, hleypur beint í... Lendir í mjög mikið af hlutum hérna. Auðmikið Ingi. Nei, og beitar þróinu. Komið með hann í veggin, hann har ekkert burst. Yes, sir. Já, hann er bara eitt touch við bort. Eitt lítið bóti í hann. Þannig er það. Oh Wow. my god. Þetta var klikkað. Teleport past Roman. Akkurat, Jóbi á set point hérna. Þetta þarna, hann er mjög heppilega, getur hann alltaf byggt sig undir þessa venjulegu kúlur. Sem er mjög heppilegt fyrir hann. Mini-Faust alltaf komin út. Hann nær hernum hérna, núna þarf Jóbi að passa sig. Nei, nær honum hérna. Við erum jafnir í health. Nei, þetta Hann er er erfitt fyrir burstið. Jóbi. Heyrðu, hann bara hleypir í burtu. Best að fara beil á mig, sko. Heyrðu, hann komið inn í vegginn. Oh my god. Robokai kemur. Robokai til bjargar. Heyrðu, hann fer aftur bara hinn með hann. Komið sér burtu frá veggnum. Hann er ótrúlega run of the way strat. Roman kann sleip. Nei, reynir command-grabið. Þarna kemur command grabið og... Nei, það er ekki nóg! Ekki alveg. Ó, en þarna... Hann þarf bara 1 hit. Þarna er það og Jóbi tekur það 3-1. En ótrúlega vel spilað þarna, já Inga. Ég var alveg... Þetta var endurkoman var á leiðinni. Bara rosalega vel spilað hjá þeim báðum. Og... það er 3-1 var þetta skráta hérna. Eru næst Egill Ómar. Ok, já. Þannig að það er bara
Við fáum engan annan á Já, fáum kommentari, kannski Jóbi Jóbi hérna. sjálfan. Jóbi, gott þú á kommentari með mér. Mjúta mækinn. Já, þetta er mjúta mækinn hérna. Svona, fáum næst eins og ég segi, ég ætla að henda bara bracketinu upp svo fólk getur séð það. Næst Egill og Ómar. Það er spennandi að sjá hvernig þetta verður. Og hér er hann, Jóbi mættu með mér. Hello! Og með aðdándur hérna sko. Yay! Ó, þetta er Kresti, þetta er Anna Valdi, hello! Farið aðeins lengra hérna, svo við getum verið báðar að mynda vel. Hérna eru, þannig að við erum mættir hérna Jóbi mættur, Sigurveri seinasta ránd. Þetta er hérna nöfnunum á þeim sem eru næst. Æ, ég þarf eiginlega. Hvað ég að tala um? Ok, ég veit ekki hvað ég var að tala um á meðan ég tala um bara, ok. Hvað finnst þér um Venom? Hvað finnst þér um Venom? Hvernig finnst þér fyrstulega að keppa á mótunum og hvernig finnst þér svona sem ný persóna? Hvernig finnst þér hann vera? Super bizarre út í að ég veit ekki lýst því, hann minnir mig einum of mikið á Faust ef Faust var ekki með neitt random bullshit. Já, svona, já. Hann er með dive kick, hann er með long range, hann er með projectiles þess að fylla skjáinn. Það er super weird að sjá Venom, sjá hann spila bara og Já. Og theoretically, mér líður eins og hann sé með nákvæmlega sama kittið og Faust, hann líka með command grab. Já, einmitt. Svo ég er ofta second guessing og svo bara, virkar þetta virkilega svona ef þetta virkar á móti Faust, virkar þetta á móti Venom? Og gerði það? Fannst þér svona matchupi vera svona cirka eins? Þannig? Cirka, I played it safe notaði, ég overlægði items ef það virkar, Þeir eru beint að fara í leikinn, þeir gáðu mér ekki eins og sjens á því að byrja hérna, en þá eru mættir hérna beint í fyrsta leik. Það er Egill og Ómar hérna, Kai og Elfell. Hversu lengi hefur Egill notað appelsingula skinnið? Ég veit ekki, hann var nú yfirleitt alltaf blá, bara venjulegi, það ekki? Já. En það er spurning hvort hann sé kannski aðeins að breyta til, aðeins að færa sig í aðra hluti. Já, nýtt identity. Nýtt identity, sko, þetta er ný season og nýtt identity, það er ekki spurning. Það verður gott, góð pæling að vera alltaf með mismunandi lit í hverju seasoni. En hérna er hann að gera góða hluti, koma með vegginn, þetta er staðurinn sem að Egill hefur venjulega fólkið og gerir mikið damage. Vá, þetta er gott, 40% þannig farið leið, cirka 20 eftir. Það er bara onslaught af hlutum hérna. Hann er með sitt eigið rekka næstu, þetta er svo mikið bara að eilífu, bara guess. Ég byrjaði að taka eftir hann er ekki búinn að læra að nota jump dust miklu ofta. Jump dust getur verið deceptive, tricky út í því að það stöðvar Kai í loftinu. Hérna séu þau mikið damage hérna hjá Ómar. Já, það er líka gott að sjá líka þegar fólk er ennþá að breyta. Þetta var geggjað hérna hjá honum. Egill með burst en hann nýtir sér ekki strax. Þarna Ómar tekur perfect meira að segja. 6 tímar straight Honkai, hefur hvort alltaf gildi ger í heila viku, segir hann. Nei! Það virkaði. Erfitt DP þarna, en hann er að koma sér í burtu. Þeir fara fram einhvern veginn, þetta er fast moving character. Flottir hérna ná að gera góða hluti. Ég var að mixa hann upp með hvað heitir múið þannig að kastur springin og stekkur yfir hann? Ég veit það ekki, en ég ætla samt að segja það að Ómar var að taka fyrsta leik hérna gegn Egill seinasta sigurvera á mótinu. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Ómar. Hann var hérna áðan að kvarta við því bara eitthvað ég er vosna, ég get ekki gert náttúrulega skapaðan hlut. Já, þú er búinn að taka upp á móti hérna topp 1 í langan tíma. Já. Ekki þar til að Dan, þar sem hann var vist. Dan og Crownless hafa nú unnið á þessar önn. En Egill tók nú seinast. En ég menna að þú veist, það er bara þetta var klikkuvörg í pínu. Ég er vissum að Egill Óskarsson gæti Roman cancel DP. Já, eflaust. En hann er á góðum stað samt sem maður hérna. Flottur komið með að nærna að vegnum, ekki alveg komin að vegnum. En hann sideswapar hérna. Run up, grab. Nú er bara keft guessing og flottur. Bestar hann að desti. Nei! Þetta var flott hjá honum.
komin í burtu. Hann á ekkert eftir. Ekkert held, þetta getur shipað hann út. Já. Fyrsta round farið til Egil. En ég meina þetta leit vel út samt sem áður hjá honum. Hann að þró hérna. Hann næri alltaf að læða þeim inn, finnst mér, sko. Og þetta er náð mér líka, þetta low kick í delayed grab. Þetta er að ná góðum hlutum þegar hann hoppar þarna aftur yfir, sko. Þannig að kemur dashið aftur til þess að sideswappa mix-upið. Elfert fær svo mikið út úr því að air-dasha út úr bomb mix-up movinu. Þannig að akkurat ég ætlaði að segja að hann er örugglega að fara að leita eftir grabbinu þarna. Góð vörn hjá Ómar. Samt sem áður. Og hann að þró. Project bara fyrir beint svo fljótur. En gott. Nei, heyrðu. Ekki að halda þessu þannig. Gefur hann að grabs í bráðum kannski. DP. Hann vissi að hann var að fara að geta. Hann þró hérna og heldur þið áfram til þess að klára leik 2 hérna. Já, ég var ekki að grab. Það er hann að smash terminology. Oops. Duel 1. Let's rock. Gott. DP samt hérna til þess að koma hann að sér. Sko byrjun hérna hjá Ómar. Þeir spila hann miklu meira patient neutral þeir báðir hann að byrja að acknowledge það þeir eru með mjög öflug pressure. Flott þarna alveg í endanum á burstið þarna til að koma. Hann er að stoppa, þetta er gott hjá honum að reyna að ná einmitt að stoppa þarna með cancelinu, Roman cancelinu. Ekki alveg nóg nátt. Oh my god, er þetta nóg? Þetta er nóg hérna. Ég átti ekki von á cross-upið hérna. Nei. Þetta var eitthvað rétt svo. Þetta var mjög bara vel gert hérna. Ómar tekur fyrsta round hérna í leik 3. Þeir eru helviti jafnir samt sem aður svona. Þetta er hann að fara fram og tilbaka miklu ekki Ístu við að Ómar sé bara alveg tilbúin að taka við Crownless sem Egils rival. Aftur beint í hotnið. Hérna nær, það var gott defense hjá hann. Ok. Sensta round hérna. Hvor er að fara að ná að komast yfir? Hvor tekur leik 3, hvor er að fara að komast yfir hérna? Flott en akkurat burstið þarna, góður burst og komin er ekki mikið damage hérna og brýtur með super. 30% eftir hérna hjá Ómar og tension myndurinn lukkulega komin meira aftur enn! Í hinn orðninu, er þetta wallbreak? Það er spurning, jú, þetta er wallbreak, en nei, ég þarf ekki eins og wallbreaki. DP gerir nóg til þess að drepa og þarna kemur Egil tekur leik 3-2-1 hérna. Egil kominn á set game. Mikið að gerast hérna. Góð vörnir. Ómar er að standa sér rosalega vel í vörninu samt sem áður, sko. Já, það er hann að það er erfitt að díla við þetta electric state. Maður þarf að hingra við það maður getur ekki byrjað advanced state með undir P hérna og annað grab hérna. Hann þarf að fara að byrja að breyka þessi þró. Nei, þetta var og annað þró. Hann þarf að fara að ná að breyka. Ég held að það sé búin að ná að breyka 1 þró yfir alla 4 leikina. Núna er hann kominn aftur á vegnum. Egil með hann á góðum stað. Þarna, þróbreyk þarna. Hann er svo sannarlega að hlusta. Ok, núna wallbreak. Þetta er ekki einu sinni pínulítið damage. Þetta er slæmur staður til að fara á. 10% eftir hérna og það er ekki neitt sem að þarf mikið. Nei! Og þarna kemur hann núna mikið. Núna er duga að deyja. Það er ekki wallbreak. Komin í hornið, það er scary. Og þarna kemur það 3-1 hérna hjá Egil og Ómar. En þetta var þó nokkuð jafnt þarna á mörgum tímapunktum. Vel spilað hjá Ómar og Egil.
full full stat, sko. Það er bara, þetta er rosa, já, akkurat, eftir þennan leik hann fekk bara attack, defense, hvað er það? Technique og hvað items, nei, hvað? Ég sé þetta ekki. Ég man aldrei hvað þetta heitir. Heart, ég held þetta er Heart. Já, Heart. Hann er bara með fullt í öllu næstu því. Auðmíkja hann Ómar þurfa að berast ekki þessu. En þá er næst Kleppir og Drunk Slamma að taka næsta. Þá, eins og ég segi, hendum bracketinu upp hérna til þess að við getum séð þetta. Ég ætla að setja stigin hérna á þessu seinasta hérna. Ég get alveg áfram þessu, bara nóg. Glæsilegt og hér einmitt Ómar mun keppa á móti Jóbi á eftir. Ha? Jæja. En við erum ekki að pæla í því nærðu því strax. Já, ég vil eiginlega ekki pæla í því. Nei, akkurat. En við ætlum að fara í... Já, endilega. Þá erum við hvað? Kleppir, Drunk Slamma nú. Kleppir, Drunk Slamma. Ég ætla að skrifa hérna niður hjá mér. Þessir eru virkilega sterk. Kleppir er rosalega sterkur. Það er búinn að vera það. Ég held að hann hafi einmitt tekið sko, ég ætla nú að kíkja hérna á til þess að vera alveg viss. Kleppir tók alla 5. Já, býttu hvað, augnablik, það er teknilega var þetta bara að venju. Afsakið þetta, afsakið hérna, það var tækniörðuleikar að venju. Það var náttúrulega ekki hægt að taka eitt einasta mót án þess að það sé allavega einhver galli í tæknimálum sko. Kleppir er bara búinn að droppa hana 2 leikjum í búrinu sínu. Já. Það er hana crazy góð frammistaða. Já, bara leiki einmitt, en hann vann öll sín sett sko. Já, vann öll settin, droppa bara 2 leikjum. Heyrðu, hérna Kránleis mættur. Vildi bara horfa smá vaknaði hérna miðnætt í Tókíó og vel gert að fyrsta leikin Ómi. Já, Ómar, þú fær hrós frá honum Kránleis. Þannig að alla leið frá Japan. Heyrðu, við hérna sé að þeir eru að gera sér tilbúinu hérna í vel sér takkana. Lukkulega. Frisia? Þeir var að hlusta á Frisia. Það er ekki þannig að það er svolítið rólegt lag. Já, það verður bara að hafa það. Við verðum þá bara að vera æstir og öskra til þess að gera upp fyrir það. Herri, já, alveg, því að það tengja þennan. Já, það gerum við eftir. Button check. Það er button check. Það er venju. Það er gott, ég er ánægður með alltaf. Þeir öskruðu hérna að mitt á að það væri hérna button check. Það er allt sem ég vil heyra. Angie Ino er ekki matchup sem maður sér oft. Nei, akkurat. Maður sér ekki Angie hann sérstaklega oft hann yfir höfuð. Jafnvel eftir hann öll buffin þá hefur hann samt verið veist svolítið óvinsæll að spila. Hann er með svolítið tricky playstyle með hann overlines á mix-ups og hann general defense. Já, nei, mér finnst að hún svo líka, og það voru 2 Angie líka á þessu móti. 2? Já. Það var bæði Drunk Slamma og síðan var hérna, var það Moon, held ég, sem að ég var hérna líka á það. Moon var hérna á móti mér, þá var hann Happy Chaos. Nei, það var ekki Moon, það var hérna, ég var að rugglast líka á sama einstakleiki áðan, sko. Ég verði að afsaka það, hí var það að hugsa um. Ég rugglaðist líka á hann áðan, ég sagði, já, þú ert eitt leik eftir. Já, ég man það, hí var mjög hérna... Ég var mjög confused yfir þessu öllu. Alveg skiljanlega. Já, þá erum við að byrja núna. Heyrðu, hérna byrjaðir félagarnir komnir af stað. Drunk Slamma og Kleppir í vinnu semifinal. Hver er að fara áfram á móti Egil?
stór byrjun hérna hjá Kleppir allavega. Hann stóð sér líka alveg ótrúlega vel. Ég held að fyrsta móti sem hann mætti, þá held ég að hann hafi komist í topp 8 og eflaust farið í, þú veist, hérna, topp 4 eða eitthvað. Ég held að hann hafi alveg komist þó nokkur hátt upp, sko. Já, hann gekk mjög vel. Þannig að ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer. Flottur að halda hann hérna, kominn aftur í vegginn, lenti ekki í miklu rugli. Hann bara mjög sterkur hérna. Ok, flott hérna pota aðeins. Ekki gott með þetta fyrirldi þarna. Flott að koma hann hérna einmitt í vegginn. Hann alveg var að fá bust en ekki nóg hratt. Súperið hérna. Wallbreak. Ég var að fatta að Angelino eru hérna það bil sama fittinu. Já, líka akkurat og líka gleraugun og allt saman, sko. Þetta er alveg gott, sko. Flott súper hérna. Greip hann vel með súperinu þarna. Ó, nær ekki hérna. Hann nær hérna rándinu hvort þið er. Rápar kominn með hann. Hann er mjög góður í að nota hérna counter-súperið. Já, algjörlega. Nær því, ég veit, hérna. Flott. Geggjað, komast í gegnum vörnina. Komast í gegnum Árásson, segi ég. Kominn hérna, er wallbreak. Nei, nær ekki alveg wallbreakinu, en hérna kemur wallbreakið. Svona supermeter. Þetta var gott. Pása þarna aðeins á milli. Kominn aftur í vegginn. Er þetta nóg til að drepa? Ég held það. Yes, sir, þarna. Kleppir tekur fyrsta leik. Eitt í leik 2 hérna og Burstið strax farið hjá Dröngslama. Hérna í 8 vegnum. Einmitt kominn hérna. Flott. En það er að koma hann brjóta, eða hérna, súper. Ekki mikið eftir hérna. Kleppir er á góðum stað hérna. Kemst í burtu. Það er ekki mikið sem hann getur gert hérna og þarna fyrsta round. Mjög hratt round. Mjög sterkt hjá honum Kleppir. Getur verið mjög tricky að díla við þessi high-low mix-up hjá Ino. Og líka það að dashið hennar í rauninu flýgur yfir lows. Það getur verið tricky að díla við þannig að þeir eru jafnvel með limited defensive options. Akkurat. Jafnvel ef þú ert á kartið sem specialist í að vera defensive. Já, og hann er, ég meina, sjá Kleppir hvað hann er að gera góða hluti hérna. Nei, var ekki með nóg fyrir súperinu. Þetta er bara alveg eins og síðasta round. Þetta er oh my god, öflugt pressure. 2-0. Kleppir alveg kemur virkilega sterkur inn. Sjá líka akkurat aftur þarna. Það var með allt nema defense. Það þurfti ekki á því að halda, hann var bara offense allan tíman. Já. Burstið farið. Þarf Dröngslama að gera eitthvað góða hluti hérna. En er gripinn. Burstinn út. Ekki nóg gott. Hann er ekki að ná að verja sig nógu vel, sko. Þegar Ino nær alltaf að gera súper hérna. Wallbreak og súper, þetta er slæmur staður. Nei, heyrðu, ok, flott. Þróð þarna. Gott mix-up til þess að koma hann áfram. Nei, dashar inn í það. Þarna, góðum stað. Súper. Nei, hann var deflect shield þess að bara íta hann í horninu. Gæti kostað. Hann að Dröngslama svolítið mikið. Þarna, flottur. Hann á svo mikið meter líka, hann þarf að nýta sér út eitthvað. Anna. Flottur. Nei! Þetta er tæmt. Burstið, þetta er... chip. Akkurat. Hann er með að chippa þarna út. Komin áfram. Aftur í hotninu. Þetta er ótrúlega erfitt að fíla. Líka sjá hvað hann er fljótur að koma í hotnið, sko. Hann er alveg með gott carry, bara corner carry líka á þetta. Það er líka svo flókið að hann Kleppir mjög fljótur í að bakka í burtu þegar hann aftur sjá því bara, já, ég held að offensive þarf að hætta nú. Já, akkurat. Það er það hann. Súper. Þetta er ekki nóg til að drepa.
Hann er með burst að klára að nota. Oh my god, Já, hann notar Þetta leit út fyrir að vera, þetta var að vera perfect, hann þarf ekki, ef hann lendur ekki í neinu, þarna, Perfect. og þarna er það, klárar það með perfect, 3-0 fyrir Kleppir, wow, hvað þetta var sterkur fokkin leikur hjá honum. Drangsalama er þá komin í lúsa, hann fær að spila áfram. Yes, hann viskulega. Þetta er ekki búið ennþá. Nei, alls ekki, en Kleppir hérna 3-0 og fyrir beint á eftir Winner Finals á móti Egil. Þannig að við munum núna fara, heyrðu, Já, það kom Ómar og Jópi. Þannig að gangi báðum einstaklingu vel, ég má ekki vera biased. Þannig að, en það er pæling hver kemst hérna áfram í Losers Semifinals. Þá er, eins og ég segi, Ómar Jópi Tróbi, Faust Elfeld og hver er að fara lengra? Ég einmitt er að pæla, þeir voru nefnilega í sama bracket á hann, bæði Jópi og Ómar. Já, það er og það fór 3-0 fyrir Ómar. Nú, Þannig að ok. núna er kannski Jópi aðeins byrjað að svitna hvað hann á að gera. Já, eða þá er Jópi búinn að fatta hvað hann þarf að, hann var búinn að hugsa málinn á meðan hann var síðan síðasta leik og svona svo hefur hann komið með counterplay af Ómar og líka eftir að sjá leikinn hans áðan. Gilt ekki. Það er fram að skjánum, sko. Nú erum við hérna, þeir eru að velja takkana sína. Nú er, eins og ég segi, ég ætla bara að henda örstuð í bracketa meðan við getum það. Hérna er hvernig þetta verður Winner Finals þarna einmitt, Egill, Kleppir, Drangsalama og Magic hérna eftir og akkurat núna Ómar og Jópi Tróbi. Ég er alveg spenntur að sjá hvernig hann, hvort að Jópi nái aðeins að gera eitthvað í þetta sinn. Ég held að sé nú eflaust bara að fara beint í leikinn, ég ætla ekki að... Beint í leik? Já, glæsilegt, mér líst vel á þetta. Þetta er það sem ég mér líka við þegar að fólk fer bara beint í leikinn, sko. Það er ekkert eitthvað helítið spöttcheck, sko. Það er svo mikið við þessu. Akkurat, en hérna komaði Jópi Tróbi og Ómar. Loser Quarterfinals. Hann Fire First armíið hérna. Lóttur að koma. Skulum sjá annað trumpet. Jópi fær að skipta. Nei, hefur vel gert okkur enn burstið til þess að koma hann af sér. Kominn með hann í hornið. Það er ekki að brjóta alveg strax. Nei, þegar maður er, þetta er einmitt staðan sem maður vill ekki vera í móta elfur. Akkurat. Bara haltu að horfa að giska. Nó. Fyrsta round fer á Ómar. Þetta lítur ekki vel út fyrir Jópi eins og er allavega, en þetta er rétt að byrja. Kannski er hann aðeins að jafna sig eftir bara leikinn gegn Venom. Kominn með Faust. Nei, komið þetta cross-up. Nær hann hana. Já, bara Já, bara haltu þessu áfram. Svo double overhead. Já. Bara haltu áfram að fucking giska, sko. Bara ákvað til að einmitt að næra það safnaður og mikið. Eru gott goldburst takk þannig. Það er ætting Ég ætlaði að segja að hann hefði næstu ekki að tippa hann þarna, en Ómar tekur fyrsta leik. Jópi fekk ekki gera mikið meira heldur en bara að vera í vörn. En það er Faust ekki með besta vörnin. Erfitt þar sem hann er svo hávaksin. Þetta er gallið ef ég var hávaksin. Þú kannski myndi vita það. Við höfum flott að koma um hérna áfram. Burstið. 10 tonn, nei 100 tonn segi. Þeir bara
tænka. Heyrðu, airthrow hérna. Nei, ég held að ég aldrei sé þetta áður. Þetta animation. Hann er áfram með vegginn over wall break hérna. Ekki nóg fyrir super, en hann þarf þess ekki. Hann er með virkilega gott life lead og burst. No, heyrðu. Hey, what? Nei, hann að red... Heyrðu, nær hann með lowið. Er annar rándarinn Ómar eða? Það er spurning. Heyrðu, hei. Það er Líka alltaf góða vörð með anti-air innkáði. Það er ekki alveg punish á heimsafnum. trade. Heyrðu, ok, komum við í vegginn. Gott throw hérna til að koma í vegginn. Fær sér að geta trumpetið, hann er alltaf með það með sér. 100 ton. Heyrðu, hann er bara að beita burstið like crazy. En Ómar ætlar ekki að grípa í það. Hann átti nóg að meta til þess að kannski eyða í það, en hann ætlar greinilega að spara hérna fyrir throw, annað throw. Komum við í vegginn, en burstið þarna, núna er Jópi búinn. Nei, heyrðu, greip hann í loftinu. Já, sprengjan bjargar Jópi frá airthrowinu og hann aftur. Nei, og þetta er nóg. Þetta er búið. Heyrðu. 2-0. Beint í leik 3. Já, bara gott að nota burstið hérna. Ég mitt. Fær maður aftur svar. Þeir eru side switch, hann blokkar það samt. Oh my god, svo beint inn í liðinu. Nei, heyrðu, þarna, svo lágvaxinn, hann næri ekki einu svona double overhead. Oh my god. Það er að gera mikið counterinn hérna, komin við ekki inn, brjóta. Heyrðu, hann átti ekki meter. Ekki nóg til að drepa. Alltaf svolítið komin núna áfram. Bananinn, hann er að vona eftir einhverju. Nei, þetta var klikkað! Og hann kastaði líka bananum á sama tíma. Já, einmitt. Heyrðu, hann er bara endalaust með þetta spjól, sko. Kekjað. Ok, fyrir hinum einn við hann. Nei! Í hausinn. Nei, heyrðu. Nei, þetta var leiðilegt. Ég myndi bara að hugsa, hvað var það með þetta trumpet? Nei, meitt. Jópi ekki á góðast að ég held að, er hann búinn að taka round eins og er? Já, það er spurning. Hann er alltaf nálægt í, sko. En, Ég held að Ómar sé líka bara með góða hluti að gera hérna. Akkurat Vínifást, lukkulega. Bjargar hann bara síðast sekundir. Þetta er lukkulega við Vínifást til þess að hjálpa honum, en er það nóg til þess að bjarga honum alla leið? Sjá þetta, hann er bara heldur áfram að giska og það er bara allt að gerast. Kominn, núna er að brjóta super. Já, þetta er mjög erfitt að venda, sko. Sprengjuvestið, maður vill ekki vera þar. Nei! Oh my god, nei! Oh my god, hann næði í gegnum, hann er að bursta í gegnum bókinn superið. Það er mjög góð, hann náði einhvern veginn að komast úr í. Þarna er það, og hann Ómar tekur leikinn 3-0. Sama og gerist í bracketinu, en ég meina, þetta var rosalega líka svo mikið að random bullshit sem gerist þarna á þessu tímapunktum. Ég er sammálað, sko, það er alltaf mikið það. En vel spilað samt sem áður. Skulum hendi í 3-0 hérna. Já, þess vegna er alltaf skemmtilegt að sjá Faust, sko. Maður veit aldrei hvað maður búist við. Næst er að Drunk Slamma og Magic. Ég sá líka hérna someone in chat. Speaking English for a bit, someone saying glad to catch the tournament, always great to see character variety in matches. Sem að er rosa mikið akkurat punktur að við erum með mjög mikið að variety hvaða fólk er að spila. Mér finnst eins og, er einhver að spila sömu persóna í top 8 eins og er? Ekki í dag, Nei. Okay. Það voru náttúrulega 2 Angie-spilarar í dag í fyrst skipti og 2 Happy Chaos-spilarar í dag í fyrst skipti. Já, já. Já, það er svo gott punktur. Það er Happy Chaos og Angie sem er ekkert mjög kannski vinsæla persónum til þess að vera á mótum, skils mér. Ekki á okkur eitthvað, en... Þannig er Jópi byrjar að kvarta, þetta var ekki fair. Nei, segi svona. Nei. Það má, sko. Já, það má líka alveg. Það má aðeins kvarta þegar maður tapar, sko. Þannig að Drunk Slamma og gleyma Magic heitir hinn. Ég er spenntur að sjá þetta líka. Hvernig... Akkurat, ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer. Má ég sjá, voru þeir saman í bracket eða? Drunk Slamma, nei, þeir voru ekki 2 saman í, en þeir voru samt sem áður
báðir mjög sterkir. Við kannski bracketið á skjánum? Já, endilega, við skulum henda þið bara hérna á til þess að sína. Já, við erum náttúrulega með bracketið, þetta bracket. En hérna, en Ómar, hver er að fara að keppa móti Ómar? Er það að fara að vera Magic? Ég veit að Magic og Ómar, þeir voru saman í bracketi, sko. Nei, en Magic er búinn að vera á svo mikið winning streak. Já, algjörlega. Hann tókar út að bara dálítið vel. Já, akkurat. Þannig að það er spurning hvort hann kann Angie matchup jafn vel. Nei, einmitt. Angie frekar óvinnsæll karakter í Tower. Þannig að ég veit það allan að mér finnst erfiðar að spila mot Angie heldur en Hapkios. Augnablikið þarf aðeins að eflaust að laga eitthvað. Ok, það er klassískt tæknivandamál. Sem betur fyrir erum við með tækni töfrakarlinn á svæðinu. Skulum við sjá. Já, kannski fáum við að sjá bracketið aftur hér. Þannig að, já. Drunk Slamma, náttúrulega frekar nýlegur mættur á svæði líka. Ég held að hann hefur bara verið í top 8 einu svona áður, alveg eins og Magic. Þannig að spurning hvort Magic nær að komast aftur upp í loser semi eins og hann gerði á síðasta mót. Mér skilst það vera controller surgery í gangi. Kleppir er að láta Magic nota lyklaborðið hjá honum. Þar sem það virkar eitthvað aðeins betur. Já, það er venju alltaf þetta sama einhver vandamál varðandi controllera. Sérstaklega núna sem að mjög oft við erum að lenda í því að mikið af fólki er með keyboards. Það er einhver keyboard warriors hérna. Sko. Nei, guðana bara fjárfæsti í fjárstýringar, bara svona fyrir okkur, bara fyrir mig, please, komið með frekar með fjárstýringar. En ég skil líka, þú veist, það er kannski fólki líka bara til í, finnst þægilega að nota lyklaborðin, ég meina, þú ert samt sem áður með, þú veist, 50 takka í stæðin fyrir, þú veist, 10, sem er eiginlega bara... Kannski þarftu ekki alla þess að takka. Nei, akkurat, þannig að það er pælingin. En ég er alltaf spenntur að sjá þetta núna, Kleppir var nú almennilegur að lána sitt lyklaborð svo að sé þetta til þess að keppa. Ég var næstum til þess að kleppa. Til að keppa. Nei, hann er með svona dálítið fyndið lyklaborð. Hann getur látið að þykjast vera fjárstýring. Já. Þannig að það virkar oftast mun betur í svona leikjum. Við þurfum kannski bara fjárfyrst í þannig. Hann var sem þú segja að þetta kostaði 30.000 krónur. Það er spurning hvort að senan ætlar að borga það. Button check segja þeir. Það er ég bara spenntur að heyra button checkið. Keyboard warriors rise up, segir einn í chatinu. Svo langar mig að láta vita, það er líka til hægt að kaupa svona hitbox sem er með keyboard takka á því. Já, með W... Það er ekki svona venjast elveru tökkum, nota bara keyboard takkana á svona pad. Já, akkurat. Ertu að meina, þú veist, WASD, þú veist, þetta tala um það? Já, ég hef séð mikið af þeim. Það er mjög vinsælt að geta líka að nota það. Við henda bara hérna hinn skjá eins og þú getur fylgst með button checkinu hérna líka. Þetta er en áhugavert að, eins og ég segja, að Bridget sömuleiðis, ég hef ekki séð hana spila mjög mikið, ég veit að það eru einhverju svona topplegir sem að mögulega spila hana, en ég sé hana ekki, mér finnst að ég sjá ekki mikið hana á mótum erlendis. Nei, nefnilega. Þannig að það er nú aðalega Hotashi sem ég þekki. Nei, akkurat, ég held að sé einhver einn eða tveir sem að ég hef allavega séð og ég fylgist nú ekki mikið með þessu, þannig að það getur verið að sé 100 af þeim, alltaf. Það er British only mode eða eitthvað, en það er bara, ég hef ekki séð það. En hérna förum við í leikinn, beint hérna Magic og Drunk Slamma. Einmitt Magic hérna með aðdándur hérna. Crownless Chief og Delta One Trooper hérna mættir á svæði öskrandi það að Magic tekur þetta. Það er gaman að sjá það einmitt. Ég er mjög ánægð með það þegar fólk mætir í chatið og er einmitt að peppa sitt fólk, sko. Ég er alveg mikið ánægð með það þegar fólk er að sýna stuðningin sin, sko. En hér byrjar þetta Duel 1. Let's rock. Já, bara svona beintinn í burstið. Náttúrulega. Ekki í loftinu þessi tveir karakterar. Já, hann hérna, Drunk Slamma átti erfiðan leik áðan. Því miður. Heyrðu. Þró.
Ok, aftur í mix-upið. Hann með þetta. Nú sjáum við einhverja almennilega hluti hérna hjá honum. Hann átti erfiðan leik á hann, þannig að núna vonin að hann á að gera eitthvað. Vonum með hann í vegginn. Dustin, en hann góður. Magic mjög virkur í að nota Dust-takkan, en fólk þarna kom endgrafið. Já, Dustin virkar náttúrulega þegar fólk ekki búið spili. En maður veit að Akkurat, þarna Dustið aftur og nær honum. Já, super hérna bara. Eða miðlitum, þannig getur það. Þarna nú kemur einn inn í chati líka. Come on slamma. Þannig að það eru menn á báðum áttum að styðja sína menn. Alveg upp í vegginn, nálægt því að fá bursti hérna líka. En hann brjóta? Nei, hann næra. Þetta er sorglega þegar þetta gerist þegar maður er svona alveg sekundunni frá því. En það er spurning hvort maður ætti að eyða því eða ekki. Gott hérna, bara rétt P hérna til þess að aðeins. Flott! Throwbreak! Ég er bara dáast að baka. Já, ég... Spurning, ég veit ekki séð þetta mappa á þér. Er þetta nýtt eða? Aftur throw. Command-grafið hérna og Magic tekur fyrsta leik. Fyrir þá sem vita ekki, þá er þetta mjög, það er svona leiðum að veita af command-grafinu og maður sér að byrja, það getur bara massa punch. Já. Það er mjög svona vulnerable. Það tekur langan tíma að byrja á þessu. Það er góður einmitt í því að komast eitthvað framhjá í þessum counterum sko. Burtu hérna. Nei, leiðilegt drop þarna og er komin í hotni líka. Já, þannig að... Throw. Nei, þetta er erfið staða til að vera í fyrir Magic. Er þetta nóg til að klára? Hérna er þetta, ok. Slamma sína, hann er með sín setups líka. Já, algjörlega. Þetta var erfitt fyrir Magic líka, þetta leiðilegt whip. Áfram. Snúum við Dustið aftur hérna, ekki alveg nógu mikið charge en flott hjá honum til að koma aðeins. Gott Róman. Þetta er endalaust. Já, það er bara, þetta er sama og við sáum áðan líka. Það er bara, þú veist, þegar hann er með vegnum. Nei! Nær að stoppa hann alveg í loftinu, góður. Komið með hann hérna, nei! Droppið. Dustið ekki nógu mikið til að drepa en þarna kemur það. Perfekt hérna. Ok. Last round hérna. Kominn með hann í hotnið aftur. Þetta dive-kickið hérna. Hann er ekki með burst. Núna er, hann er svo sannarlega með eitt dust combo þarna. Þetta var leiðilegt nei, aðeins svo langt í burtu. Aðeins svo langt í burtu fyrir þetta. Hann fær annan chance. Heyru. Hann er ekki að halda áfram með hann. Þetta er pjéð. Gott. Þarna, throwið. Ef þetta hefði verið backthrow þannig að við erum komin í vegginn á góðum stað. Nei, það er ekki alveg. Oh my god. Nú er... Þetta er sen okkur og hann nærmur. Þetta var geggjað pick-up og tekur leik 2. Það var ótrúlegt. Þetta var bara þvílíkt. Wow, ok. Þetta var... Hann er bara að setja svona drama í þetta. Já, halda dramanu. Núna er 1-1 hérna. Þeir eru jafnir. Þú ætlar að reyna að run up frá. Já. Það er ekki alveg. Það er kunnandi ekki eins og þú. Það býst enginn við því, saman þú gera það næstu því alltaf. Það átti sig ekki á því. Nú kemur... Þetta dusting í loftinu er mjög gott hjá henni. Þetta er bara... Já, bara... Ég trú ekki að þetta er leiðilegt. Akkurat. Ákveður að spara meterinn hérna. Já. Til þess að geta gert eitthvað svona, giska ég. Verður það nóg til að drepa? Nei, ekki alveg. En þarna kemur það. Magic með fyrsta round hérna í leik 3.
Ok. Komum með hann í vegginn hérna aftur og þetta var rosa kombo. Þetta var 60% líka bara. Já, Biggi líka bara nóg mikið til super. Já, já. Hann bara komin á góðan stað hérna með mikið af super. Þeir hafa bara yfir. Oh my god, hvað í gangi? Þetta... Já, já. Algjörlega round og perfect. Hey. Nú var báðir einstaklingar náð perfect í þessu setti. Og góður counter og kominn, hann ekki að pikka upp þarna eftir á. Það þróa alltaf eftir þetta rosalegt. Þarna. Hopp. En hann með hann í veggnum. Oh my god. Hann ekki nóg metir og droppar þarna því miður. Þróið aftur. Það veist ekki. Hann tekur bara annað þrá. Akkurat. Og Drunkslamma kominn 2-1. Kominn á set game hérna. Nú þarf Magic að lokka inn eins og einhver í kommentunum sagði. Það ég. Nei, það virkar sko. Já. Ég fatt að þegar ég spila á móti hann Ómar. Við þurfum bara að lokka inn. Já, það er vandamálið. Ef maður ekki tilbúin í að lokka inn þegar maður niðri. Reynir parið. Það ekki alveg. Ok, wow, counter. Ekki nógu góð vörð þarna hjá Ómar, en nei, hjónum hérna Magic segi. Myndist á Ómar að hann og ég bara festist hausnum. Já, einmitt. Þetta spilaði eitthvað svipað kafi. Svo erum við hérna, komum við næst í vegginn. Oh my god, og dustið. Komum við hann, nei, hann ekki að halda áfram. Þetta var geggjað RC hérna, að halda áfram, bara aðeins áfram. Og no, til að ná rándi hérna. Og Magic bara, nú þarf Magic bara að ná einu viðbót, hann þarf að ná að jafna þetta. Hann má ekki leyfa Drunkslamma að fá yfirhöndina. Kominn út úr horninu, en það aftur sideswappið. Þetta var rosa gott hérna, kemur hún líka, heldur hún pikkar upp. Oh my god, hey, heyrðu. Hann með combos for days, sko. Þetta var gott kombo hérna. Mikið life lead. Þetta var rush bara hérna. Rush hérna, koma henni að greppa. Flott vörð. Það var samt góð pæling hjá Magic. Kemur með hann. Þarna hefði maður míturinn aftur. Þarna. Magic ákveður að bara eiga burstið í næsta leik. Eða næsta round, sem fínt. Já, hann gott kannski, hann átti meiri séns kannski á að nýta það hér á gáðlegri hátt. Hann var með live, hann var með því miðum, hérna, live deficit. Nei, og þarna kemur gott kombo. Mega kombo. 3 damage og þróið aftur hérna, hann er hann að fara að vinna þetta set? Nei, Magic segir ekki alveg strax. Nei, droppar. Hvað er vinna backthrowið? Oh my god, nei, og hann mun ekki fá... Nei, þetta var sorgvæmt fyrir Magic, en hann ennþá með hann. Nei, command grabbið. Hvað? Hann lifir. Burstið, ég var að pæla hvort hann myndi beita það eða ekki. Nei! Þetta var rosalegt. Það var... Oh my god. Drunkslamma tekur þetta. Það er málið með Angie, hann er með svo rosalega mikið guts. Já. Hann tekur miklu minna damage þegar hann er svona með lítið líf eftir. Wow, þetta var ótrúlega close endir þarna á þessu. En Drunkslamma tekur þetta 3-1. Wow. Bara virkilega vel spilað hjá báðum. Heyrðu, næst ætlum við að taka loser semi fyrst, eða? Já, loser semi. Jú, það á að vera næst, það er rétt. Heyrðu, þá er það ekki fara Drunkslamma. Já, Drunkslamma má vera eftir. Já, hann hljóp í burtu. Hann á nefnilega að spila á móti hverjum, er það? Það er Ómar. Ómar Drunkslamma, við skulum henda þessu bara hérna upp á skjáinn. Já, það er refresh þetta. Það hlaut að vera alltaf eitthvað, það er alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað, en það er alltaf lagi, sko. Ég get bara ímynd ykkur að Drunkslamma er hana í loser semi, þarna. Þarna er þetta Drunkslamma Ómar. Hvað segir þú, voru þeir búin að spila?
Já. Hvað segirðu? Voru þeir búin að spila í pool áður? Það er spurning. Ég veit ekki hvort þeir voru í sama pooli áðan. Drangslama... Nei, þeir voru í sikkuðu poolinu. Ok. Þannig að þetta er... Það var spennandi að sjá hvort Ómar getur stílað við Drangslama Angie. Já, akkurat. Ég minnur hann hefur spilað móti hinn Angien í pool. Já. Þannig að... Hí. Nefnitt. Og við fáum... Þeir eru að gera sér tilbúinu hérna. En spennandi mót eins og náttúrulega við erum búin að bara svona aðeins til þess að fylla inn í tíman þá hérna höfum við núna ákveðið að breyta aðeins til þannig að núna er alltaf bara 1 leikur á hverju móti þannig að hafa þetta svona þétt þannig að fólk er ekkert að vera þannig að fólk er ekki að mæta hérna klukkan 12 á hérna sunnudegi og vera til klukkan 10 á kvöldi eða eitthvað Nei, það er líka betra þá getum við eitt meira fókus og tíma í leikir sem við viljum spila. Akkurat. Ég held að það sé líka punktur. Þó að það sé gaman að taka þessa side-leiki, þá held ég sé gaman einmitt að geta tekið þessa svona main-leiki og tekið á almennilega. Bara tekið almennilega leiki í því. Og líka bara casual, geta tekið kannski meira casual í staðinn. Það er líka punktur. Svo er alltaf hægt að taka þessa side-leiki bara online eða sem svona mæta áður en mótið byrjar og spila þar. Já. Nei, það er miklu skemmtilega að geta, því að fólk líka vill spila fleiri leiki. Það er leiðilegt ef að, eins og núna þegar við breytum þessu í Round Robin. Fólk getur tekið fleiri leiki og haft meira gaman að því í staðinn fyrir að koma og taka kannski gaman að taka side-leik til að bara flippið, en ég meina það er kannski skemmtilega að taka leik sem maður er búin að æfa sig á fleiri leiki í honum. Nei, það er svona, það er að skemmtilega með, eða þú veist, eitt af því skemmtilega pörtunum með fighting-leiki. Það geta svona æft sig í einhverju og með öðrum og svona orðið betri og keppt í svona hver hefur komið lengst. Nákvæmlega. En ég sé að þeir eru að velja sér takkana hérna. Að koma sér fyrir. Já, skulum við sjá. Er þetta þekktir button checkers eða? Það er spurning. Ég held nú kannski Drangslama geti verið það. Drangslama og Ómar. Þetta er loser semifinal. Ég sýnist að vera beint í leik. Beint í leik? Það er bara betra. Þetta er það sem ég fíla. Ég get ekki gert það og ég get tengt þetta og þú getur, verð þú með kommentari á meðan ég gerir þetta. 1, 2 og... Skulum við sjá. Báðir bara beint í airdashi. Nei. Það er svo styrla, hann fær kombo frá þessu. Hann er ekki alveg pick-up kombo. Back throwing. Ómar góður í að halda honum honest. Skal við sjá annar burst? Já. Gott conversion í hard knockdown. Börnin, nei, heyrðu, Ómar hann bara ekki að skilja bara back throw hann. Nei, lengsta pari animation í heim. Nær honum delay punch. Sjá, herru. Já. Nei, það er ekki alveg komboinn. Annað back throw. Ómar er með þessi back throw á hreinu. Inn í empty jump low. Svo bara gera alltaf play að masha því eftir. Burstið kemur frá Ómar. Inn í wall break. Já, counter-hit. Já, nota Rómankastli er að bursta. Nei, hann ákveður að eiga það. Heyrðu. Núna síðasta pixelin. Nei, hann er close. Það er Elfeld klass. Já, kombo frá þessu. Ekkert national out. Ok, þrófið. Það er alveg að hann er alltaf í einhverju þrófið. Klassísk þrófið. Ok, já, þannig að perfect frá Drangslama. Tekur fyrsta leik. Næja, við sjá næsta. Maðurinn upptökjum bara það er 1-0 fyrir Drangslama. Jæja, það kemur út.
Ó, nær boltanum alveg yfir aftur. Það eitt sem skemmtilegt að sjá frá Ómar. Hann byrjar að nýta Air Fireballum mjög meira. Já, svo bara beint inn í senda. Þetta gríðarlegt, þetta press. Heyrðu, hann bara beint inn í bárstæðsina aftur. Hann var ekki að díla við neitt run-up throw. Gott round hjá Ómar. Vá. Svo inn í super mótveikið. Jæja, ég finn ekki út úr þessu. Það er bara á það. En við förum hérna, beint inn í. Drogslama er á góðum stað. Já, það er að færa ítlöfðast komfram frá lóðinu. Það er Hann á nógan metir líka. Ekki það báður eiga nógan metir hérna. Já, þarna. Alveg nóg mikið að slappt upp. Komum með hann í vegginn og það er nóg til að drepa. Og Ómar tekur leik 2. Gluggan, sko. Vel gert hérna. Hver er að fara áfram í Loser Finals? Hver er að fara að ná top 3? Þetta var einmitt spurning. Ég sé hérna Kránleis er einmitt í chatinu. Ég er mitt átt í samræði við hann sem hann var einmitt að pæla. Hver er að fara að komast í top 3 í staðin fyrir hann? Já. Þannig að það er spurningin. Er það Drogslama eða er það Ómar? Já, hann er þetta inn í andægið bæk. Gott pressure hjá honum. Já, með allt þetta risk. Yes. Það er hann, hann er ekki alveg að pikka upp. Vegginn. Þetta var rosa gott kick þarna. Já, það er klassískt. Ég er búinn að jafna lífið ágætlega vel og metrinn er alveg að fara að koma. Það eina er að burstið þér. Það er ekki pick-upinu. Kemur hann áfram og komin að veggnum. Já. Já. Það er ekki eins og superinn. Nei. Fyrsta round hérna. Heyrðu, þarna er það aftur. Það er ekki svíðarlega. Já, þessi pressa. Ok, Ómar bara hendur honum fyrst. Hann var ready í ánum kveikið. Gott trade þannig líka hjá honum til þess að ná að losna við. Þetta, hann er byrjað að gera rosa mikið air throws núna allt í henni. Þetta er mjög gott. Ég er fan. Þetta var devious hlutur til að gera þarna nær hann á hinum með við hann. Heldur á hann kompitur. Er það nóg? Oh my god, þetta var bara wall to wall hérna. Og Ómar tekur leikur 3, það er 2-1. Hann er á góðri leið til þess að komast hérna í Loser Finals. Ég ekki að hérna þróið þetta sko mjög sneaky alltaf að koma inn þróinu hann eftir þetta. Komið burstin út. Samt að alltaf að halda hann með burstið aftur á móti. Og nú byrjar offense. Hann er náttúrulega með mikið damage en það er ekki að halda hann áfram. Missir hann úr veggnum. Hann er bara hægt og rólega ít honum að næsta vegg. Ómar nær að gera aðeins hérna. Komin áfram. Komin aftur í vegginni mitt. Það þarf ekki einu svona að hafa, þú veist. Það þarf ekki einu að hitta kombónu til að ná what to one næstu. Þarna, já. Nú er Slamma í slemmi stöðu. Ok, hann bara hard massa. Nei, og þarna er hann leiðrétt. Hann var ekki viss með tímasettingina mögulega á þessu. Spurning hvert hann hefði getað náð að verja þarna milli en samt náð að halda kombónu áfram. Komin með hann. Wow. Ok. Erfiður staðir, er þetta aftur wall to wall hérna? Jú, næstu því. Þetta var alveg uppið það. Ekki of hátt uppið þarna til þess að ná þessu inni mitt. Heyrðu, hann ætlar ekki að eiga þetta fake jump dæmi. Alls ekki. Kemur áfram, ok. Alveg að fara að fá burstið en hann fær ekki alveg úr rætt. Uss! Wow. Ó nei. Og hann er búinn með burstið og allt saman og Ómar er með metir hérna. Það er ekki að brjóta vegginn. Klárar ekki kombóið. Þessi vörn hérna og hann. Og burstið bara til þess að koma honum af sér. Super. Oh my god. Wow.
Þetta var klikkað súper þarna. Bara alveg í lokin. Hei, bara run up throw. Yes. Það betra. Það er hann haldunum hérna gangandi. Wow. Nei, ekki góð staður. Oh my god, og þarna kemur það. Wow, Perfect hérna til að klára loser semifinals. Rosalega vel spilað hjá þeim báðum. Já, ótrúlega. Ómar bara búinn að standa sig rosalega vel, bara Já. í dag yfir höfuð. Já, algjörlega. Og hann var áðan, ég er að segja, hann var áðan hérna bara ég er ekki að spila nóg vel hérna. En vissulega top 3 hérna, komin í loser final, þá er bara komið að öllum final leikjunum. Það er Egill Kleppir vinnur final hérna fyrst og síðan höldum við áfram með það. Ég ætla að taka örstutta pásu, augnablik, svona cirka, gefum við svona 2-3 mínútur og þá komum við aftur, þannig að ekki fara langt. Bæjó.
Við erum hérna mættir aftur, við erum að bíða eftir að Winner Finals byrji hérna. Ég ætla bara að henda hérna í okkur félagana. Hérna er ég með aftur með Jóbi Tróbi með mér hérna og við ætlum að taka. Við erum að bíða eftir að Egill gerir sér tilbúin fyrir Winner Finals hérna. Þetta verður náttúrulega bara Winner Finals, Loser Final, Grand Final. Þetta áhugavert hverju komust í topp 3 líka. Yes, það er actually mjög óvænt. Já, nei ég bara, og allir rosa sterkir og flottir og líka því að vanta náttúrulega nokkra alveg sem að eru reglulega líka bæði í topp 8 og eru í topp 3. Þannig að þetta var svona, það var spurningin hver var að fara að komast áfram. Ég meina líka þetta Winner Finals Kleppir Egill. Egill náttúrulega í rauninni er búinn að, er svona, hvað maður að segja, svona kennarinn hjá Kleppir, er búinn að vera að sýna honum hvernig maður á að spila, en Kleppir náttúrulega, já mér skilst það. Þeir eru þekkjast sko, og hefur svona sýnt honum leikinn og hann er búinn að fá hann til þess að koma sér meira inn í þetta. Já. Og þannig að þeir eru svona, hafa spilað mikið saman sko, þannig að það er áhugavert að sjá hvernig þetta verður. Já, ég hafi heyrt að þeir eru strétt núna í sama skólan að læra, svo já, þeir hittast mjög oft, já. Akkurat, þannig að núna er kannski spurning hvort þetta sé einmitt, þeir eru búin að æfa sér nógu mikið saman, þeir eru kannski vanir einmitt að keppa móti hvert öðru og sjá hvernig þeir munu, hvernig þetta eru. Ég held að við höfum ekki séð þá áður á streymi, ég er ekki alveg viss með það, það gæti verið. Ég veit allavega, ég held að Kleppir hafi ekki komist inn winner side áður held ég. En hann hefur alltaf komist í, hann hefur komið í topp 8 held ég örugglega seinustu 3 skiptin eða eitthvað sem hann hefur mætt sko. Já, það er rétt, já. Þannig að það er hugsun hvernig þetta fer og síðan líka bara er Ómar að fara að ná að skríða upp. Ég veit að, ég ætla nú að athuga á því, ég var nú ekki einhvern tíma búinn að því áðan. En Kleppir og Ómar einmitt kepptu á móti hvert öðru í bracket á hann og þar einmitt vann Kleppir sko. Þannig að hann vann meiri síðan sko, hvað er þetta? Hvað ertu Ómar? 3-1. Þannig að kannski er Ómar að leita eftir hefndinni sko. Yes. Ég veit ekki hvert Egill fór, hann er eitthvað bara heim til, hann glemdi einhverju heima á sér örugglega, hann býr í Kópavogi sko. Það eru langt að fara. Kannski fór hann á klósti og ég veit ekki hvar það er. Nei, akkurat, það er alveg týndur, algjörlega týndur. En hérna við þökkum allavega Next Level Gaming aftur fyrir að hosta okkur. Mjög almennilegt hérna og ég mæli með að kíkja hérna í Egilshöllina. Þetta er mjög almennilegur staður, mjög flotta tölvur og síðan, já heyrðu við gleymum alltaf að auglýsa þetta. Jötunheim. Við þurfum að fara að auglýsa það almennilega. Yes. Það er hérna stórmót okkar. Já, það er hérna 30. maí til 2. júní, já. Nei, 1. júní. Já, föstudagurinn. Já, 1. júní, já. Já, akkurat. Þannig að það er frá helgina 30. maí til 1. júní og við erum ótrúlega spenntir og við verðum hérna aftur Next Level Gaming, verðum hér. Það verður keppt í öllum aðaleikjunum hjá FGC, eða hjá okkur með hérna Street Fighter, Tekken, Guilty Gear og það verður Grand Blue líka, side tournament og síðan erum við að fara að gera kosningu bráðlega á því hvaða leikur annar sætleikur og síðan náttúrulega Smash og þú ert náttúrulega meira tengt við því. Við erum með Smash og við erum með Rivals 2 og svo eru líka að halda Smash Ultimate Crew Battle svo við erum að fá fólk frá útlöndum. Akkurat, ég er spenntur að sjá þetta verður mjög skemmtilegt og við erum líka bara erum að gera þetta ótrúlega erum að reyna að gera þetta eins flott við getum sko. Það er þvílíkt sem að við erum búin að leggja vinnu í það að plana og reyna að koma okkur fyrir almennilega. Þannig að endilega kíkið á, fyrstalega kíkið á, ætli ég hitti, nei, ég feilaði á þessu aftur. Hvað er þetta band? Ég klúrus alltaf, það er þessi hérna. Þessi hérna. QR-kóðin. Já. Kíkið á QR-kóðin, þetta er Discord, þú veist, það er hægt að gera eitthvað klippur á mér bara eitthvað, þú veist, old man cannot point at QR-kóð sko. Já, það er postar á YouTube, það er að gera editing til þess að færa QR-kóðan. En það er, ég ætla að henda hérna, ég ætla að halda áfram að tala en ég ætla að henda hérna í þá, þeir eru hérna mættir, gera sér tilbúina. Já, endilega kíkið á Discord-hópin, þarna er líka risastór QR-kóði sem þið getur kíkt á til þess að vera Discord-hópin. Þar getið þið séð jötunin, það getið líka held ég skrifað bara starkgg.gg/jötunheim og þá lendið þið á því og það eru 50 eitthvað skráður eins og er yfir leikina. Ég held að séu 38 eða eitthvað sem eru skráður í Smash sko, þannig að þetta verður mjög stórt mót. Við verðum hérna á Next Level Gaming, þetta verður ótrúlega flott og skemmtilegt en nóg það því að við það er nýþökkur 26 akkur núna Guilty Gear og hérna er Winner Finals Egill á móti Kleppir.
Þeir sögðu mér ekkert að það væri button check, þannig að ég vona að það sé ekkert að fara að vinna upp. Hann Egil gerði ekki button check síðan. Nei, og ég skil það alveg og ég virði það líka. Hann er bara alltaf bara það vatna tilbúinn. Já. En hérna fara þær Kleppir og Egil. Það ætla að horfa á cutscenið. Ég er spenntur að sjá hvernig þeir munu keppa móti hvort öðru. Hversu vel þekkir Kleppir Egil matchupi, ekki Kai matchupi, heldur Egil matchupi. En þetta verður Let's Rock. Já, það er munur, já. Já, algjörlega. Nei, þeir eru í button checki. Það hljóta að vera. Nei, þeir eru ekkert í button checki. Já, ég veit ekki hvort, þetta var smá, þetta leit út eins og button check. Þeir voru örugglega bara fíblast eða eitthvað hann í smástund. Þetta leit, hérna eru komin í hornið. Þeir myndir ekki að horfa á allt fucking cutscene, það er allir button check. Hérna eru komin. Það er wallbreak hérna og Kleppir. Kleppir standi ótrúlega vel hérna, byrjun strax komin á hann Egil. Dæpi getur komin, flottur hérna. Wow, ok, Kleppir sterkur hérna. Ég ætla að koma einhver inn, smá að bóði hann. Gott DP hérna. Kemur af sér. Flott, líka hann. Kleppir má eiga það, hann er líka eins og að talaði um áðan að hann kann að bakka. Hann veit alveg hvenær hann á að aðeins að bakka. Og þannig að hann er búinn að standa sig mjög vel í því að whip-punisha hérna það sem Egil gerir. Flott, þetta líka ná undir hérna. Þeir kunna áhaldna hvern annan. Þeir vita habits, þeir vita hvað counterplayið mútar eru. Svo þetta er veist. Þetta er síns vera Kai Ino bara í fuglformi. Næra ekki að drepa það. Nei, en það er Þetta gæti verið bad. Kleppir kann alveg að... Ok. Það sem ég ætla að segja var það að Kleppir kann alveg að dish out damage. Já, algjörlega. En lukkulega þá var eitt bara P þarna til þess að komast út. Já, 2 P, ekki 1 P. En 1-2 P. 1-2 P. Akkurat. DP hérna koma í burtu. Slætið. Þetta slætið líka alltaf svo. Mér finnst það alltaf vera svo lauma sér inn. Þetta var gott döst. Komum inn í vegginn aftur og brjóta. Gott hopp þarna og Egil sýnist mér taka fyrsta leikinn svo sannarlega. Og hérna er það 1-0 fyrir Egil. Komur aftur beint í vegginn bara mjög hratt. Ég held að hann ætlaði að fara að undir sko. Kannski aðeins að setna á tímasetningun þarna. Ég er að vera distracted. Hvað eru þessi gæir í bakgrunnum að gera? Það er góð spurning. Þetta er áhugavert. Nei, ok, gott super hérna. Komunum alveg í vegginn. Ekki wallbreakið en þetta var fínt. Bara meira damage. Akkurat, núna einmitt að byrja offensive. En hann er flottur. Tímið þess að fara ekki hitt hornir. Akkurat. Þeir eru bara að treyta hotnum. Þeir eru ekkert að gera sideswap einu þannig. Þeir eru bara að treyta hotnum bara með því að íta í næsta hot. En Egil nær hérna að klára fyrsta round í leik 2. Fer á Egil. Kleppir samt alveg að standa sér rosalega vel. En það er kannski að Egil, eins og þú segir, þeir kannski kunna ágætlega á habits hjá hvort öðru. Flott hérna combo og super mitt. Hard knockdown, það er super gott fyrir Ino. Nema þarna, ok. Nei, ekki að koma, leiðilegt, nær honum, komin í hotnin aftur. Og slætið aftur, eins og ég segi, það lauma sér alltaf þetta slæt, sko. Áttu mögulega að vona þarna, hvað heitir múið? Föðrak? Þarna stekkur? Já. Koma fljótur inn maður, þetta var rosalegt. En Egil á burst líka til svona á. Hitti. Þó hann var í loftinu þarna. Hann með burst, það er að nota það. Þarna alveg í lokin. Núna er... Hann er ekki komast yfir það. Þetta er gott, hann er gott moment þess að chippa út. Nei, og P-ð aftur þarna. Good old reliable. Good old reliable. 1-2 P. Yes, 1-2 P og það komið 2-0. Yes. 2 P for the 2-0. Akkurat. Já, gott. Nú fáum við. Ok. Egil.
Aftur bara alltaf offense hjá Egil er rosalegt. Laum hérna inn í Lói. Komið með hann á Stæmannstad, DP aftur. Það droppa komboið. Droppa komboið, en nú er hann komin í hornið. Það Kleppir að gera eitthvað gott til þess að ná hérna. Flott vörd gegn Lóinu. En næsta Ló heitir backdashina. Trade! En það borgar sig samt sem aður. Nærði hérna, er hann að... Börstið, ég ætlaði að segja, er hann að fara að ná wallbreakinu. Þarna, flottur. Kemur hann aftur, nær þarna, ok. Núna er það, super, nei, hann átti ekki super. Jafnir í lífi, en Kai með meira super. Þetta var erfitt. Komin á set point hérna hann Egil. Wow. Ok, komin með hann aftur. Damage. Þetta er leiðilegt að hann hitti upp í loftið. Flott! Næra komast í burtu frá þrónu. DP samt til þess að koma til áfram. Þetta var gott shimmy hérna þess að forðast hvað sem þetta var. Já, DP hérna ekki nóg til að drepa, en hann er virkilega góðum stað. Nei! Þetta trade var stórhættulegt og þarna kemur það 3-0. Egil heldur áfram í Grand Final. Það er ekkert annað. Þetta var þvílíkt sem hann stóð sig vel hérna. Ég meina, Egil náttúrulega er bara óstöðvandi. Hann er náttúrulega, þegar hann nær almennilegu svona, eins og ég segi, lock-in, þegar hann nær að halda þessu gangandi, þá bara, það er ekkert að fara að stoppa hann. Já, þá er Kleppir komin í Losers Finals. Loser Finals á móti Ómar. Þá er spurning, er nefnilega, eins og ég er búinn að segja hérna, ekki, ég er leiðilegt að ég sé búinn að vera með, tala um þetta endalaust meðan Ómar. En hann sagði með eitt leik að hann hefði ekki staðið sér nóg vel. Það var leikurinn gegn Kleppir. Þannig að núna er spurning hvort hann næra að snúa þessu við. Núna er hann núna bara, er hann almennilega vaknaður og er búinn að standa sér rosalega vel yfir mótið. Hún langar kannski í hendina á Egil. Ég menn, hann náði leik af Egil á hann. Hvar er hann Ómar? Það má endilega eflaust að þarna kemur hann gangandi, arkandi þarna. Nei, þetta er ekki Grand Final, þetta er Loser Final, úps. Það var Grand Final með það, er ekki náttúrulega. Ef Kleppir næri að vinna mútið Ómar, þá þarf hann að fara beint aftur mútið Egil. Það er bara fastur on stream. Já, akkurat. Erfið stað til að vera á, en ég er virkilega spenntur að sjá hvernig hann stendur sig núna gegn honum. Gegn honum Kleppir. Elfe, hann er búinn að vera, ég verð að segja, hann er búinn að standa sig ótrúlega vel. Ég ætla að bara henda hérna upp á meðan þeir eru að taka takkana sína á eitthvað. Hérna er bracketið sko, og Ómar er búinn að bara fara rosalega vel í gegnum loserið. Tók 3-0 hérna, 3-1. Nú er spurning hvort hann er að taka næsta. Hvort hann er að taka, ég veit ekki hvort þeir eru að fara í butt-check eða ekki. En Kleppir sömuleiðis, búinn að standa sér rosalega vel og líka í, náttúrulega Kleppir tók vann sitt bracket bara með engu tapi. Hann tapaði tveimur leikjum en hann vann öll settin. Já, sorry, hann vann öll settin en hann tapaði tveim leikjum hann. Hérna eru þeir að gera sér tilbúna. Beint í það, segir hann. Ég er ánægður að heyra það að þetta er ástæðan mér líka við Ómar. Þegar hann segir bara beint í það. Og hérna eru þeir að fara að byrja. Let's rock! Loser semifinals hérna. Ómar Kleppir. Flott að koma sér yfir einmitt. Nóturnar. Gott hopp. Flott kombo hérna, gerir gott damage, wallbreak. Gott defense þarna hjá honum Ómar. Kemur sér áfram. Super, ekki alveg nóg til að drepa. En hann búinn að ná 2 wallbreakum hérna. Þarna kemur að næra að koma þessu inn. Ómar. Hvað er planið hjá honum? Byrja að rekka aðeins hérna, en hann var tilbúinn í píð. Gold Burst, það var að fara miklu meira mítið gegn. Kannski wallbreakin líka til að stakka. Hann er ekki að halda það áfram. En super, heyrðu. Alltaf verið í loftinu ef hann blokkar það. Oh my god, ég held hann hefði ítt að takka það. Ég held það líka, þetta var mjög hérna weird stöldling. Já, ég var alveg viss að hann hefði hitt þessu, en því miður
Annað wallbreak hérna og hann með þvílíkan tension meter en Ómar fær bursti hérna. Eða nei, afsaki, Kleppur fekk burstið. Ómar alveg að fara að fá burstið hérna. Nær ekki halda áfram og þarna hins vegar því miður þá nær hann superinu þarna. Fyrir Ómar. Kleppur tekur fyrsta leik, ok. Men hann er ennþá heitur eftir leikinn við Egil. Burstið. Þessi típ út þarna en backthrowi til að koma honum í vegginn. Flott defense hérna hjá honum og góð. Gott þarna viffa hann á. Nei! Þetta henda út nokkrum pjefum hérna. Komur nú aftur í vegginn. Ekki alveg að fá upp wallbouncið þarna. Því miður. En þarna aftur í næsta wall. Flott, ok, núna er hann með þetta. Já, þetta kemur round. Jú, hann er komið með round hérna. Ég Kleppir. Góðum stað hérna í leik 2. Hann lendir alltaf við þessu sko. Bakkar, hann lendir samt í þessu. Oh my god. Tjartið og allt saman hérna 50% farið bara strax á 5 sekúndum næstu því. Sjá þetta, gott. Burst samt til að koma af sér. Ef ég hef rétt fyrir mér þarna eitt af þessum slide move-unum hjá ég veit ekki hvað kallar það, stroke the tree einhvernig. Mér minnir að lengri útgáfan er low, ég man ekki, það var einhvað weird thing með það sem maður getur það að gæta sína á. Hann er perfekt hérna til þess að koma áfram. Ég meina, hann er að spila líka Inu alveg rosalega vel, bara hann er með allt á hreinu. Og aftur, bara fljótur í wallbreakið og 50% farið næstu því. Cross-up. Oh my god, nei! Þetta var leiðilegt fyrir Ómar. Hann hafði ekki vitað og beitaði burstið. Það er game 2. Game 2 tekið þarna. Þetta var miður mín fyrir Ómars hönd þarna. Ég heyrði Kleppir segja, ég var bara að ljúga þér. Ég veit ekki hvort hann hefði sagt hann áður hvað þetta var hægt að gera. En hérna er þetta, kemur hann aftur í vegginn. Það er samt ekki að wallbreaka í þetta sinn, öðru svolítið vennilega, en jú, hvað, ég er bara að bulla sko. Það er wallbreakið. Kleppir á virkilega góðum stað hérna. Þetta hitti. Ótrúlega að hafi náð alla leið þarna. Þarna flottu, ok. Nargan förma projectalinu, droppa komboinu, cross-up, hitti! Halló, þetta var geggjað, þetta var alltaf planið. Komum aftur á veggnum. Þarna flottur. Það er búin að jafna þetta út, 2 meter með positive bonus. Þarna gerir eitthvað gott hérna, en burstið líka komið með. Og þarna, gott, hann er farið í næsta. Hann bara snúði roundinu við. Potentially hann komin aftur on the board ef hann nær þessu roundi líka. Þarna nær hann að koma honum aðeins hérna. Alveg að fara að fá burstið hann. Kleppir, nei, ok. Nýtti sér með burstmetri fyrir smá. Hann byrjar að ná hérna pressun á honum. Er þetta fyrsti leikurinn hérna hjá Ómar að fara núna inn? Góð vörn! Góð! Nei, ekki nógu mikið pjöfum. Þarna! Ok. 1-2. Já, Ómar er svo sannarlega ekki sofandi. Núna er bara planið að halda þessu áfram fyrir Ómar. Þá nær hann. Góð pjef þarna. Nei, leiðinlegt nær nótunni þarna alveg í lokin. Ok, flott. Þarna, hann er að ná sprengjun rosalega vel hérna með cross-upinu. Og low. Kemur hann með það? Nei, kemur hann ekki alveg nóg. Ef hann hefði cross-up þarna, það hefði hann fast í horninu. Þetta var mjög gott þarna, vel valið því að Ómari. Algjörlega, og hérna er hann að standa sig rosalega vel fyrsta round aftur. Nei, burstið farið. Kannski þetta fara. Nei, aðeins á langt fyrir pjið. Og þarna nær honum hérna út. Virkilega gott live lead fyrir Kleppir hérna. Það er hann að gera eitthvað. Og lowið þarna. Lauminut low. Ekki alveg nógu mikið. Þetta verður alltaf ekki perfect, það er ekki þetta að setja. Þvílíkt burst bait þarna hjá honum, en það er ekki að halda áfram.
Þarna Chipped kemur out eða það. low, ég veit ekki hvað þetta var. Var þetta high? Kleppir. I don't know. Kleppir á setpoint hérna. Hann gæti verið á leiðinni í Grand Finalið. Nú þarf Ómar aftur að lokka inn eins og hann gerir í seinasta leik. Nei, sorgætt og fer burstið allt og seint þarna. Super. Þetta er huge damage. Burstið. Þetta er mjög mikið health-munur. Þannig að, nei, hann getur ekki eftir. Hvað er í gangi? Ok, ég veit það ekki spyrja mig, sko. Þetta er allt sem hann að gera svona. Black Shield, ítarinn burtu. Nei, og Þetta er þetta leikurinn, droppar í. Það er bara Hann er ekki eitt með hitt í viðbót. Hann er ekki með mikið metir og þarna kemur það, Ómar. Nær því miður ekki að fara að gera Klepp þarna. Kleppir tekur 3-1 og við ætlum að fara í Grand Final. Það er Egill á móti Kleppir. Við sjáum runbackið hérna. Það hefði verið runback sama hvort það hefði verið, en við sjáum hérna, hann fer beint upp aftur. Hann Kleppir, meina, þvílíkt vel spilað. Ég sá þetta, þú veist, þetta leit vel út fyrir Ómar á vissum tímabúti. En Kleppir bara einfallega of sterkur. Þá er, ég mæta hérna, jæja. Var alveg tilbúin í þetta. En já, eins og ég segi aftur, við erum ósvöld ánægðir með þetta. Góðum tíma líka, við erum alveg að vera búinir hérna. Klukkan 5 var eiginlega planið. Við getum tróðið í Grans í 20 mínútur. Já. Við hendum inn einu öðru top 8 í, það verður best of one one round. Við slappum reset Já. ef hann Kleppur vinnur, þá vinnur hann bara. Akkurat, ég ætla að henda inn hérna bracketinu örsnögt hérna til þess að fólk getur séð alla sem að lendu í top 8 vegna þess að, ég var nú ekki búinn að uppfæra bracketið þessar, þannig að ég ætla ekki að fara að setja alveg strax inn. Þetta fór 3-0. Þetta fór, nei, halló. Þetta var kollutin sem það var svona. Þannig og 3-1 svona og síðan uppfærum við þetta hérna refresh. Nei, ég var ekki búið að refresha. Nú ert þú bara á skjánum til að hafa það kósi. Já, ég er með heyrnartól tengt leiknum svo ég heyri alveg í hérna in-game tónlistina. Hvað er ég að gera hérna? Ég er að opna eitthvað fárlega hluti hérna á þessari tölvu. Alright, þá er hérna, keppendinn er að preppa sig, tilbúin er að Ég skil ekki af hverju ég næði ekki að uppfæra þetta, en allavega við skulum bara, þeir alltaf Beint í beint þetta? í þetta, ég er ánægður að heyra það. Við skulum við sjáum bracketu eftir. Það er búið uppfærast þannig á þessu fokki síðu. En Grans tónlistin muni vera þá bara Holy Orders, þannig að Egill fékk sitt pick. já. Hann velur alltaf nákvæmlega sama Holy Orders, að það er útgáðan frá Guilty Gear 2 Overture. Hann velur þetta eins oft og hann getur. Já, hann hefur líka vinnusett, hann má velja lagið sko, það eru reglurnar sko. Já, en leður ekki reset þá má Kleppur velja. Já, þá þurfa að fara aftur í menjúð og Kleppur fara að velja lag. En Akkur þurfa að þetta aftur, við Nei, sáum þetta þetta fyrir solid 10 mínútum síðan. Já, þeir vilja fylgjast með þessu. Núna er spurning, fer þetta aftur 3-0 eða er Kleppur að fara að ná að gera eitthvað hérna gegn honum? Og beint inn í hérna Let's Rock. Fyrir vel. Smá Fireball War hérna. Flottur að koma maður fram. Nú, dustið. Hvílíkt neutral. Já, algjörlega. En byrju, virka þetta sem enda hér? Greinilega. Það er bara, verður bara að virka. Það er fer. Kemur hann að nála vegnum aftur. Góð vörn hérna til þess að komast aðeins að bakka. En hann er að lauma inn hlutum. Þetta ætti að vera rándið. Já, það ert ekki einu sinni wallið. Það er bara beint í DP.
Counter, ég veit ekki alveg hvor lendi ok. counternum, ég verður ekki alveg viss. Flott hérna, næra stakar hann hérna aðeins. Næra ekki alveg alla leið, en kannski verður það bara beitt. Flott hérna, Næra ekki að ekki follow through-inu eftir þetta. En Egill að bara linnulaus árás hérna. Þetta gæti verið dauður. Nei, ekki alveg. Hann var ekki með metrinn til þess. Annað throw. Það er bara eðins miklu og hægt Hann er að reyna að gera allt til þess að reyna að lifa af, til að gera eitthvað smá. En það er bara eflaust akkurat eins ég segja. Ég var að búast við 2P þarna til þess að klára þetta, en Egill tekur. Ég held að hann var að pæla út í fjarlæðina. Hann var bara kannski mun ekki hitta. Ég sá hann pota einu þannig út þarna. En Egill tekur fyrsta leik í Grand Finalinu. Kleppir kann alveg á að halda fjarlæð, en hann Egill kann það líka. Já. Það er að trikkið við þetta. Já, algjörlega. Og þú veist, þeir náttúrulega þeir spila einmitt með þannig, sko. Alltaf tilbúin. Nei, eru súperi hérna og það er eflaust wallbreak, hann það nálægt. Jú. Þetta er þvílíkt damage líka bara. Slæmur staður fyrir Kleppir til að vera á. Ekki nokkuð skapa tension sem hann á inni. Ekki burst. Mjög mikið að mýta hjá hann Egill. Nær að nýta sér þetta mjög vel. Hann næri því. Nær að nýta burstið samt sem áður. Þetta litla sem hann átti þarna aðeins. Nei, oh my god. Þetta var rosalegt. Egill kann að nota Bluebird Roman cancelling. Og líka hann Kleppur. Blue Roman cancelling er mjög gott í svona aðstæðum. Þetta bara ótrúlega vel spilað þarna hjá Kleppir. Nær að klóra sigurinn þarna. Flottur, en það var spurning hvort hann hafi verið að pæla hvernig hann ætlaði að ná að halda áfram það sem að Egill var með burstið. Sterkur hérna. Run up throw, klassíst. Nei, hann hittir nær að confirma þetta held ég. Flottur. Ekki Super til að klára þetta. Ekki það, ég held að Super hefði nú ekki klárað þetta hvað sem er. En droppa combo'n hana, þetta ætti að vera undir. Já, bara henda út. Smá overkill þarna. bara aðeins fyrir coolið, giska ég. En þeir eru báðir á game point, þannig að Kleppir eru á ennþá sénsinn á þessu hérna. Counter. Slæmur staður til að vera á hérna. Nei, ok. Gott throw þarna. Við erum að sjá það ágætlega mikið. Það er ekki að refsa þessu. Kemur grabið einhver tíma? Oh my god, það kom ekki. Þarna kom það, já, ok. Það er rétt að hann nær hann að þróa til flekkið. Og þarna aftur. Egill 2-0 hérna. Hann er kominn á tournament game. Best að rusha sig í gegnum þetta. Hver er pælingin hjá Kleppir? Danger núna hérna, ekki aðeins svo mikið að bakka. Flott hopp þarna, en það er ekki að díma þetta. Nei, hann er alltaf að henda út þessum hamna hérna þar sem hún lemur gítarnum í jörðina. Þetta er hann aldrei nokkuð tíma að hitta einhvern með því. Ekki einu svona í blokk hittað, sko. Ég held bara að hann er alltaf á langt í burtu. Já, það er alltaf stöbbi, já. Já. Flott. Voðalega er þetta. Þetta er alveg þvílíku hérna Roman cancel hérna, þeir eru mjög Roman cancel glaðir hérna. Kominu sér út úr vegnum, en það var ekki nógu gott. Er hann áður hatt uppi? Nei, alls ekki. Og það er að brjóta vegginn hérna. Hann er kominn á tournament round. Ég var næstu búinn að segja set. Ég finna að þetta var tournament set eitthvað sem er. Öll set eru tournament set. Já, allir það ekki. En hérna er hann tournament round og hann er sterkur hérna. Þú sér þarna okkið hjá öllum að þeir blokka svo vel að þeir þurfa oftast að reyna afturlag þegar hann ná fyrsta okkið yfir, þeir blokka allt. Svo þeir þurfa að disengage og re-engage aftur til þess að resetta. Algjörlega, og þannig er þetta nóg. Þeir kunna á hana blokkstringin þeirra. Og þannig er það. Tekur það 3-0.
Hann Egill aftur ótrúlega sterkur. Ég held að í top 8 tapa hann einungis einu rándi gegn Ómar. En eftir það bara sailing through. Við erum með 10 mínútur að spara líka. Yes. Nei, bara, wow, hvað þetta var geggjað mót. Rosalega vel spilað í öllum. Gaman að sjá líka nýtt fólk í top 8. Leiðilegt að sjá ekki annað fólk sem er casuals, eða svona casual að mæta, ekki sem að mæta og náðu ekki að komast í þetta sinn, en bara ótrúlega vel spilað og ótrúlega takk hérlega fyrir mætinguna og að fylgjast með. Takk, Next Level Gaming. Tjekkið á Jötunheim á StartGG. Það er hérna mín ósk, og síðan líka járnhnefadeildin fyrir Tekken hérna í næstu viku, laugardaginn næstu. Laugardaginn, ok. Laugardaginn, þannig að endilega kíkið á það líka, en ég ætla bara að segja í lokin, hérna eru allir sem lenda í top 8. Til hamingju allir þessir einstaklingar. Við vonum að fólk skemmti sér á mótinu og hafi skemmt sér að fylgjast með. Þannig að bara aftur. Ég ekki gleyma að fara á Discordið. Já. Það er QR-kóðin hérna. Já, þú ert miklu betur að benda en ég. Þú veist, ég hérna alltaf, þarna er það, já, okkar. Já. Ég hitti þetta. Það er svo örfjögt, ég veist. Þetta er svo maður hugsa þetta svo, þetta lítur bara speik. Já. Á skjánum, það verður þetta hægri megin á skjánum. Svo bara, já, við þurfum að benda hægri eða ekki. Ég get hugsað þetta alltaf, en ég samt með að klúra þessu hvað ég er alltaf okkar. Það er ekki áttin sem á að vera. En takk hérlega fyrir sem fylgdust með. Við þökkum enn og aftur og endilega joiniði Discordið og allt það. Bless, takk fyrir okkur, bye bye.